Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með frábæran gest í dag, eins og svo oft áður, þá eru margir frábæri sem hafa komið til mín. En gestur mín í dag heitir Gunnar Pétur Gunnarsson og ég var að spá í Gunnar hvort að þú myndir ekki bara vera tilbúin til þess að gefa fólki smá svona bakgrunnsupplýsingar um þig. Já, já, bara takk fyrir að leiða mér að koma í þáttinn. Eins og það segir að ég heiti Gunni Pétur og ég bý á Egilsstöðum, er endar Reykjavíkingur, en búinn að vera hérna frá því 2007 og svona hef alltaf haft áhuga á andlegum málum og Já, svo gerist það að góð vinkona okkar, Síla Smith, hún svona stundum að senda mér skilaboð og sendi mér hún hefði farið á svona EFT námskeið já, og sendi mér skilaboð það og ég svo sem var ekki að flýta mér að glemdi reyndar að kíkja á það og svo loks ég að gera það og þá bara sá ég það sem mjög óvanlegt fyrir mig að þetta var bara eitthvað sem ég vissi að ég ætti að gera þannig að ég bara bókaði mig á námskeið í Bretlandi og fór út og lærði þetta bæði þetta Emotional Freedom Technique og Matrix Reimprinting. já, en þegar þú talar um svona emotional freedom technique, að þá Mhm. er það er eitthvað til þess að losa tilfinningar í okkur eða hjálpa Já, okkur að endurstýra þeim. Þetta er EFT, já, EFT, EMT, já. EMT fyrirgeðu, já. EFT, EFT, já, já, Emotion Freedom, já. já. Þannig að við erum að tala um svona tilfinningalósun sem að svo margir þurfa að fara í gegnum, Mhm. meðal annars þegar fólk er að vinna úr gömlum áföllum eða eitthvað þess aftar, eða bara svona dagstælega þegar það koma upp tilfinningar sem að við viljum ekki endilega takast á við, er það ekki? Jú, algjörlega. Þetta er bæði notað við sem sagt áföll og eins og þú segir bara daglega. Ég meina, ef ég veit að það er kannski einhver erfið dagur framöndan og þú veist, þá kannski morguninn eða kvöldið áður, þá sest ég niður og tapar kannski 5-10 mínútur og dagurinn verður bara mjög góður. Þannig að Já, þetta er í rauninni líka sko bara, hvað maður segja, bara andlegt hreinlæti, má segja. já, þetta er bara svona eins og að fara í sturtun á mótnana eða eitthvað þess að, Í rauninni, sko, já. já, já, að við tölum stundum um að hreinsa árun okkar, Akkurat, ég þannig meina þetta er, við, mhm, já, já, vissan já, ég hátt og meina, leys. En akkurat. hvernig vinnur þetta? Þetta vinnur, sem sagt, það sem að EFT er að svona einfalda lýsingin á þessu er að þetta er tilfinningarlega nálastungu meðferð en ekki Já, enga nálar. enga nálar. Já. Nei, Ég fer oft í nálastungur sko þannig ég veit já, að akkurat. nálarnar geta ítt á aumu bletti en Já. En við, í staðin nálana eru bara fingurgómarnir notaðir og já, klappa létt á ákveðna punkta já, á líkamanum sem eru endar á orkubreytum sem eru líka sem sagt notaðir í nálastungum meðferðinni, þessari hefnum. já. Og sem sagt grunnurinn er unni sá að neikvæða tilfinningar í líkamanum trufla orkuflæði, búa til orkustíflu og það sem þessi vinna gerir, hún er unni losar þessa orkustíflu þannig að því líður betur á eftir. Já, þannig við erum að reyna svona að eins og við getum sagt, við erum að hreinsa orkustíflutna þannig að flæðið verður betra líkamann. Já, og sem sagt á meðan þú ert að þessu þá fókusar á einhver ákveðna tilfinningu sem þú vilt vinna með og á meðan að því þú ert að fókusa á þessu tilfinningu með að tappa á þessa, eða klappa þessa punkta, að þá nærðu að losa þessa orkustíflu sem þessi tilfinning hefur orsaka og því lífið betur á eftir. Eigum við að gera smá tilraun? Við getum gert það, Er það ekki? algjörlega, já. Og það Ég er var kannski sko, já, já, það er rétt að kannski taka fram líka að þegar maður er að þessu að þá koma fram aðeins svona líkamlegt eins og það er mjög algengt að fólk er að geispa og ýmislegt fleira svona þannig og jafnvel tár sko, ekki sártár, bara svona maður finnur að það er að losna sko. losun, já, 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 það er bara frábært. já, Ég er að fara í dálítið stórt verkefni, ég er alltaf að gera einhverju breytingar í lífi mínu því ég er ennþá að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór. já, gott hjá þér. Svo það er svona smá kvíði í mér, gagvart í, Ok, að því að ég er ekki hvað ég segja, ráðast á veginn þegar sem hann er lægstur. nei,
gjarnan gerir það ekki, sko, þannig að er það Mhm. eitthvað sem við getum til dæmis unnið með? Já, já, alveg klárlega. Og þá kannski myndi ég spyrja byrja að spyrja þig, hvað er í líkamanum er þessi tilfinning sem var með? Sko, svona kvíðatilfinning, hún lendir yfirleitt í maganum á mér. Já, já, það er mjög algengt. En hvernig getur þá lýst þessari tilfinningu eitthvað nánar? Hvað er þetta sem situr í maganum á þér? Það er eiginlega bara svona, sko, þetta er svona hik áður en þú tekur stökkið. Þú veist, Ok. ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því betur þessum, já, þetta er Mm. pínu kvíði og þetta augnablik, þessi ótti og svo stekkur upp Já, og já. Það sem ég er aðeins að meina er það, hvernig finnur þau fyrir þessu bara í maganum? Ég ég meina, finn bara svona er svo þetta, lítinn seyðing. ok, seiðingur, ok. Ég meina, Já, stundum finnur fólk fyrir jafnvel stein eða einhverju skýi eða eitthvað. Þannig að það er það svona sem ég er aðeins að fiska eftir. já, Þannig, ok, þannig að það er svona seiðingur, segirðu. já. Hver er styrkurinn á þessari tilfinningu? Ég myndi nú að halda að hann væri svona 4 til 5 á Ok, skalanum frá 0 til 10. það er 0 til 10, það er 0 tilfinningin farin og 10 er bara, já, mjög slæm. Já, Ok, hvað sagði þú? Sagði 7 var það ekki? nei, ég segi svona milli 4 og 5. Milli 4 og 5, já, ok, Já, fyrir ekki. Milli 5. Uh, þessi seiðingur hefur hann til dæmis einhvern lit eða áferð eða eitthvað? nei, ég get ekki fundið lit. Nei, 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 bara eitthvað sétt En, eftir því. Ég menna, það getur þess já, vegna verið hérna lykt, sko, þannig að bara það sem að þetta eftir í hug, sko. já, ég myndi segja að það væri sko svona pínu svona eins og stingur. Ok, Já, ok, hægt er að finna einhverja svona djúpa skýring á því. já, 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 já. Þetta er bara fyrst og fremst bara það sem þér finnst og oft er gott að taka bara það sem þetta fyrst í hug, sko. Já, Ok, þá erum við í rauninni tilbúin að byrja svona á uppsendingunni. já. Það er alltaf byrjað hérna á hliðina á hendinni. Er það, nú ég nota þá hægri Það er hendi. alveg sama. Ok, Það er alveg sama hvora megin. ok, Og hérna eins og vantarlega veist að orkubrautirnar, ég menna það er eins vinstri hægri. já, Og ég ætla þá aðeins að fara bara fyrst í gegnum punktana með þér. Það sem já, sagt við byrjum hérna uppsetninguna hérna já, og þegar að við erum búin þar, þá fyrir við hérna á byrjun og augabrún, alveg sama hvora megin, já. Ég ætla sama, aðeins að bæta inn í að þeir sem er að horfa geta fylgt okkur eftir. alveg endilega og bara segja það sem ykkur finnst, þannig Já, að ekki endilega segja akkur það sem að við erum að segja. nei, Þannig að það er bara mjög gott. já, ok. Ég byrja þess að hérna. Við byrjum hérna Já, og ferum með svona hérna, svona til þess að vingast aðeins má segja við þessa tilfinningu. já, Og þegar við erum búin með það, þá byrjum við hérna á byrjun á augabrúnni, já, sama hvoru megin. já, Svo er það hérna með endan á augað, já, undir auganu, undir nefinu. mhm, Svo er það hérna við hökuna. Svo er það hérna við beinið. já, Og síðan förum við hérna undir hendina, cirka handabreitt hérna fyrir neðan handakrika, svona 10 já, cm fleis. já, Og þá förum við á úlnliðinn og það er langt þægilegast að nota bara 2 putta þegar maður er að þessu. já, Og síðan er það hérna fingurnir um hliðina á nöglunni, já, á öllum fingrum, á öllum. já. Það eru merkilegir orku hérna punktar á þessum stöðum. Akkurat, akkurat. Svo náttúrulega gangar allir hérna í gegnum úlnliðinn, sko. Já, Og svo endum við hérna uppi á kollinum. Þetta er í rauninni einn hringur, má segja. ok, en þarf fólk ekki að segja eitthvað? Jú, jú, nei, ég var bara að sína punktan núna Punktar, og já, þá hérna í rauninni ferum við að byrja í rauninni vinnuna núna. ok,
Þannig að við byrjum hérna á hliðinu á hendinni Já, og þá segir, þú bara hérna endur tekur það sem ég segi. já, Jafnvel þó ég sé með þennan seyðing í maganum, jafnvel þó ég sé með þennan seyðing í maganum, þetta er líka dálítið eins og stingur það er líka daldið eins og stingur út af þessu verkefni sem ég er að setja í gang. út af þessu verkefni sem ég er að setja í gang. Og ef það er eitthvað sko að ég finnst að mætti orða betur heldur en ég gerir, þá bara breytir því. Af því að Já, þetta fyrst og fremst eins og þér finnst. já, En jafnvel þó ég sé með þessa tilfinningu í maganum, jafnvel þó ég sé með þessa tilfinningu í maganum, er ég sátt við sjálfa mig eins og ég er. er ég sáttur sjálf með eins og ég er. Það er gott, ég er það. Mm. Og svo hérna, já, við gerum þetta þrisvar sinnum sko. Já, Og jafnvel þau sem hennar seyðing í maganum, jafnvel þó ég sé með þennan seyðing í maganum, þetta er dálítið eins og stingur sem er daldið eins og stingur og kannski bara heikið áður í tekstökki, og kannski bara hikið aður í tekstökkið, en ég er samt sátt við sjálfa mig eins og ég er. er ég samt sátt við sjálf með eins og ég er. Svo er það einu sinni enn. Jafnvel þó ég sé með hennar seyðing í maganum, Jafnvel þó ég sé með þennan seyðing í maganum, sem er dálítið eins og stingur, sem er daldið eins og stingur, af því ég er dálítið heikandi að taka stökkið. að því ég er daldið hikandi að taka stökkið. Þetta er stórt verkefni Þetta er stórt verkefni. og ég þykist við þetta verði erfitt, Ég veit að getur kannski orðið erfitt. en ég er algjörlega sátt við sjálfa mig eins og ég er. Ég er algjörlega sátt við sjálfa mig eins og ég er. Og þá byrjum við hérna á byrjunaugabrúninu Já, og það förum við bara með svona styttri hérna lýsingu á þessu sem vorum að gera. já, Til dæmis bara þessi seyðingur í maganum, þessi seyðingur í maganum. enda á auga, Já, þessi seyðingur í maganum, þessi seyðingur í maganum. undir augað, ég er líka með sting í maganum, Ég er líka með smá sting í maganum. undir nefinu. Þetta er líka hik, ég er hikandi, Þetta er smá hik því ég er hikandi. hakan. Þetta er stórt verkefni sem ég er að takast á við. Þetta er stórt verkefni sem ég ætla að fara að takast á við. Það er við beðið. Og ég er hikandi, Ég er aðeins hikandi. undir hendina, því ég veit ekki hvernig þetta fer. Ég veit ekki hvernig þetta fer. Það er rólegur. Allur þessi seyðingur í maganum, Allir þessi seyðingur í maganum. það er þumalputtinn. Hann er búinn að vera þarna dálítinn tíma, Hann er búin að vera þarna dálítinn tíma. vísifingur. En hann er bara að hjálpa mér, En hann er bara að hjálpa mér. langoteng. Hann er að passa upp á mig, Hann er að passa upp á mig. böfingur. Að ég ger ekki einhverja vitleysu, Ég ger ekki einhverju vitleysu. litli puttu. Þetta er bara undir meðvitundin að passa mig, Þetta er bara undir meðvitundin að passa mig. upp á kollin. En kannski komið tími til að losa þennan seyðing. Kannski er komið tími til að losa þennan seyðing. Og þá skulum við draga djúpt andann og anda vel frá þér. Og þá getum við skoðað, hefur tilfinningin eitthvað breyst? Já, hún Hvernig er þá? breyst. Hún er sko, hún byrjaði eiginlega bara strax að breytast þegar við vorum að gera æfinguna, þú veist, undirbúa okkur. Já, ok. Já, og hún hefur breyst núna, ég finn ekki sting. Nei, Kannski svona örlítill seyðingur, ok, en bara mjög lítið, en það sem það er sko, ég er miklu bjartsýnni ok. á að Já, þetta gangi allt saman, af því akkurat. Mm. ég, Hvað myndur þú segja styrkurinn væri? hann er bara einn eða tveir. Ok,
já, 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 já. Já, já, það getur dugað en svo við getum líka tekið eitt hringi viðbátt og sé hvað hvort það skilja lengra. Já, já. Þannig að hérna, já, en þú varst að tala um hik, er það doldið að þá hann til staðar? Nei, ég er einhvern veginn með miklu skarpari mynd. Já, og meira tilbúin að Já, fara strax já, við þetta. já, 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 akkurat, já. ok, Ég er alveg já, svo, mér finnst ég alveg, já, ég tek bara skrefið. ok, það er frábært. Þetta á eftir allt að ganga vel. Já, 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 þetta er akkurat. náttúrulega líka alltaf spurningin um að gefa sér tíma til að hlusta og ég dró spil í morgun sem sagði farðu rólega og sem er Ok, ágætis áminning til mín vegna þess að ég er svo freka fljótfær já, 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 og skilji, vil bara drífa í hlutunum akkurat, já, en þetta já, kom svona smá áminning svo að ég held að það sé líka eitt partur af því sem að ég þarf að gera. já, 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 akkurat. Já, já, og svo náttúrulega líka er búin að kynast þessu, þá náttúrulega getur farið að nota þetta líka bara. Já, þannig ég get bara tekið til á hverju mótni. Já, algjörlega, sko, Já, og ef það er einhver sterk tilfinning að það í rauninni, sko, þarf ekki endilega að byrja hérna, þá getur bara að byrja strax á punktunum og hérna, já, sagt kannski bara hérna, allur þessi ótti eða hvað, ef þetta er einhver sterk tilfinning, þá bara hoppar beint inn í þetta og já. byrjar að ná henni niður, sko. Já, ég er með svona smá dæmi, það kom til mín ung kona í gær Mhm. og ég hef ekki tölu á því hversu oft hún sagði ég er svo hrættum Já, akkurat, og akkurat. og ég sko, ég held að ótti í fólki sé Mhm. dálítið hana sterkur þessa dagana og vegna Mhm. þess að það eru svo mikla breytingar að eiga sér stað í heiminum og það er svo mikið umrót og það Algjörlega. er svo mikið ójafnvægi og annað Mhm. þess áttar Já, já, þannig já, já. að að óttin er svolítið mikið ráðandi og það er líka finnst mér gott fyrir fólk að taka eftir hvað það er að segja. Algjörlega, algjörlega. Ég held að það sé mjög algengt að fólk er ekki að í rauninni fatta það hvað það er að segja, sko. Nei, ég segi nú gjarnan sko að ég er alveg upp í fjölskyldu sem er með svart belt í áhyggjum Já, 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 ok. vegna þess að þetta var svo viðvarandi sem að komi upp og það er náttúrulega eðlilegt kannski út frá kynnslóðunum sem er á undan sko Mhm. en ég man til dæmis að ein móðursýsti mín hún var nú gjarnan eitthvað að henni í meltingaveginum og ég held ég sé bara að deyja, ég er bara svo hrættum ég sé að deyja og eitthvað sko, hún var Jú, jú. lífust af systrónum. Þú Akkurat, já, veist, já, já. þannig það sem við segjum að það kannski kristallisist ekki en það býr til erfiða tilfinningar þegar við erum að segja það. Já, já, og svo er það spurning, ég menna, hvaðan er þessar tilfinningar upprunnar? Ég menna, það er nánast, já, bara langa algengast að sé einhver staðar í æsku og þess vegna eitthvað aftur í hérna ættir, sko. Næstu kynslóð fyrir aftan, sko, það er Já, innfæðingin, já, 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 það geta verið marga kynslur þess vegna, sko. já. Mér finnst líka að við séum að gera svolítið mikið upp, sko, forritunina sem við höfum fengið frá eldri kynslóðum núna og vinna Akkúrat, með þær og það er náttúrulega að lífsbaráttan var mjög hörð hér á vissulega. Íslandi alveg fram yfir seinni heimstyrjöld og byrjar í raunin ekki að svona aðeins lagast fyrir en eftir það þannig að það er Mhm. svo eðlilegt að það sé afkoma ótti hjá fólki Já, 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 bara algjörlega. á ég fyrir mat eða þú veist Já, 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 og okkur er nú ekki gert auðvöld fyrir með þessum kerfum okkar að lifa. svo sannarlega ekki. Nei, 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 nei. Ég held að við séum næst mest skatlaðasta þjóð í heimi á eftir kannski Svíþjóð. Já, 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 ég get alveg trúið því. Þannig að tekjurnar sem við búum til, þær fara bara helmingurinn af þeim fer meira og minna í skattar, sko. Já, 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 og halda bönkunum uppi og allt þetta. Já, já. Og pluss auðvitað allir neysluskattarnir líka, sko, því það er náttúrulega Já, mjög há já, skattprósenta á, sko, bara eins og virðisauka. Ég meina, jú, jú.
annars son minn býr í Bandaríkjunum og það er 7% virðisauki, skilu. akkurat, Það er bara akkurat, pínu já, lítið með okkar 24% sem við erum að já, borga. já, Nei, það algjörlega, breytir sko. svo miklu. En ef að Jú, fólk myndi vilja taka á óttanum, er það þá sama ferlið? í rauninni þá reyndar sko myndi ég nú sko ef þú ert með þetta svona mjög almennt að þá svona færðu, jú, getur losað eitthvað en þarf helst að fara dálítið dýpra og hvað ertu að óttast Já, til þess að hérna ná þessu almennilega niður. já, Þannig að já, vera dálítið nákvæmur í því sko eins og stress, ég mann það er ekki nóg að þú getur, jú, auðvitað við stressi og getur náði eitthvað niður en akkur ertu stressaður? Er það út af fjármálum eða eitthvað allt annað? já. Einhver vandrar í fjölskyldunni eða hvað? Þannig að maður þarf að vera dálítið svona nákvæmur með það hvað maður er að vinna með til þess að ná góðum árangri. Þannig við þurfum að fara niður í um, grunninn. Já, í rótina í rauninni til þess Já, hérna, ná þessu almennilega já. hérna, út úr Ertu kerfinu. þá með svona áframhaldandi spurningar ef að þú ert að meðhöndla fólk? Já, ég menna eins og hjá þér, ég menna styrkurinn var ekki nema 4-5 í byrjuðu sko, þannig að þetta var greinilega ekki mjög stór tilfinning og sko yfirlega sko þá stundum sko jafnvel færist hérna tilfinningin til og hún breytist og svo kemur kannski í ljós, já, það var út af einhverju atviki sem að hérna þetta hérna kom upp hjá mér sko, þannig að maður er dálítið svona, þetta er svona vissuleiti dálítið rannsókn að vinna Já, og svona má segja eitt leiður á öðru og hérna til þess að vinna úr hlutunum sko. já, 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 Og það þetta er svona dálítið eins og hérna Shrek sagði sko, við erum bara hérna eins og laukurinn að það er bara eitt lag eftir annað sko. já, já. Og ótrúlega mörg lög í lögnum okkar. Já, algjörlega, ég menna ég hef sjálfur verið að vinna helling með sjálfa mig að því að ég náttúrulega má ekki hérna láta það gerast að vera að vinna með einhvern sem að tryggarar mig. Þannig Já, að ég þarf að vera búinn að vinna vel úr mínum málum og já. ég er ekkert að verða upp í skroppa með eitthvað til þess að vinna með sko. Nei, ég hef gætna sagt sko þegar fólk segir, já, ég er nú búin að vinna alveg úr þessu hérna, að mér finnst ný og ný lög eða nýtt og nýtt, hvað ég var að segja, afbrigði af því sem fyrir hefur komið, sífellt verið að koma upp. Þannig Mhm. það er svolítið, þetta er langt ferli Já, það er hjá það er okkur unnið, flestum. ég meina auðvitað getur komið í tíma og unnið úr einhverju ákveðnu og ok, þá er það Já, búið, já, en það er ekkert mála að halda áfram og finna eitthvað meira sko. já. Þannig Og eru lögin sem við getum unnið með. algjörlega, ég meina það er, auðvitað kemur það fyrir að hérna nærði einum tíma að vinna úr einhverju ákveðnu máli, en Já, algengast er að það taki einhverja nokkra tíma að hérna vinna úr að málunum, ég komast meina. niður í rótina á. Já, í rauninni, ég meina, maður til dæmis, ég meina, fólk sem já, verið frá vinnu vegna til dæmis bækverkja og svona, og ég meina, ég hef lentið því að reykja það aftur í æsku og eitthvað fjölskyldu tengt og náða að byrja á því að minnka hérna notkuna á verkjalyfjum og svo að þau koma lengra að þá bara hérna nær einstaklingurinn að jafna sig og komast aftur í vinnu, sko. Já. Þannig að þetta Þannig er það er náttúrulega sko tilfinningar hafa rosalega áhrif á líkamlega heilsu okkar. algjörlega, ég menna hvað er verkur annað en tilfinning? Hann er tilfinning sem hefur sest að í líkamannum. Akkurat, Já, það er hérna. já. En svo ertu að vinna með aðra aðferð sem að, Já, það er matrix reimprinting, það er rauninni, má segja, framlenging á hérna EFT, eða tapping. já, Og þá sko í hérna EFT þá oft á tíðum að það er að vinna með eitthvað ákveðið hérna atvik eða ákveðna minningu að þá er kannski gerð svona má kalla stuttmynd í huganum yfir já, þetta atvik og svo er já, bara unnið sér hægt og rólega í gegnum það leið og kemur upp einhver tilfinning þá er hérna það unnið niður en í matrix reimprinting þá í rauninni ég er svona stundu lýst í þannig að hérna
myndir í Harry Potter, þær eru lifandi og þú í rauninni ferð inn í svona mynd að þessu atviki. Þar eru allir, það er þú sjálf, yngri útgáfa þér vantarlega, Já, sem að þá er að geyma þetta atvik og einhverju fleiri vantarlega í kring og þú getur frist aðra sem er í kringu þig og unnið með sjálfa þig, unnið nú það niður og svo er það spurning, það er eitthvað að leifa þess að gera að tala líka við hina, að hverju gerður mér þetta eða eitthvað, þannig að þú getur unnið þetta bara þarna beint minninguna, en í þarf ekki að svona fara ferli, já, í svona ferli, já, þetta er svona allavega, já, mér finnst mér gaman að vinna með þetta er svona skemmtilegri vinna finnst mér já, og gengur yfirleitt bara betur heldur en bara þetta hefðbundna EFT sko. já, þá erum við í rauninni að breyta myndinni. Þú breytir ekki myndinni sjálfu, þú breytir ekki einhverjum atbyrðum sem hefur gerst, en þú breytir tilfinningunni í kringum. Ah, Já, ég skil, já, já, já. já, já, hún Og, var og alltaf svo getur. sem sagt í restina að þá er þetta sendt út í alheiminn og bæði fram og aftur tímalínu og svona hérna. Já, Já, þannig að þetta já, mjög skemmtileg og já, og farið að nota þetta mikið, já, svona reynismanni sko. öflugvinna, já. Já, já, Þetta nú er ég bara í þessu. já, það ekki. Jú, ég ætla að halda áfram. Af því að það verða stundum umferðartafir, getum við sagt, Já, 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 á akkurat. orkubrautunum Jú, jú, og þannig að það er mjög gott að hreinsa þær. Mér finnst líka mjög sniðugt að þið skuli fara á puttana aha, af því að þar eru svo mikilvægi punktar. algjörlega og svo, þú veist, líka, ég menna, ef þú ert einhver staðar í markmenni eða eitthvað og kemur upp einhver tilfinning Já, og þá þarf ekki að bara mikið á því þó þú sett með puttana nei, nei, að gera eitthvað, sko. Ég nei. meiri sé að hef, sko, gert þetta bara í huganum og það hefur haft áhrif, sko. Já, það er mjög öflugt. Ég segi bara Já, eftir já, alla sem þurfa að sitja í bíl eða mhm, rútu eða flugvél, já, já, þetta er góð já, já. heimavinna. Já, já, algjörlega, ég menna, ég tek yfirlega rútu í vinnuna og það er mjög oft sem að ég sitt og með Og bara fingruna, eftir, sko. já, Já, frábært, já, frábært. já, Ef að fólk hefur áhuga á að fá leiðbeiningar og hjálp hjá þér, að, já, þá ertu með Facebook síðu, já, frelsi og fingurgómar já, og þetta er svo sem síðan sem ég nýlega búin að setja upp og það er hægt að hafa samband við mig líka í gegnum e-mailið frelsi og fingurgómar@gmail.com. ég set þessar upplýsingar hér undir myndbandi þannig að fólk getur fundið þær Já, og ef já, það hefur ekki gripið það sem þú segir akkurat já, í, já, 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 hérna, í þessum töluðu orðum eins og það stendur já, já, og ég bara segi takk kærlega fyrir þetta núna, kannski tökum við tal saman aftur og tökum einhverja mynd já, já, það er setna bara, já, og já, sýnum það er bara fólki. alveg sjálfsagt. Já, Já, sýnum fólki hvernig það getur virkað. Ég já, segi já, bara takk hérlega fyrir komuna og fyrir það- þessar takk hérlega fyrir mig. leiðbeiningar og upplýsingar. Það er alveg frábærar. Já.